Komið sæl. Í gærkvöldi þá kólnaði eins og spár höfðu gert ráð fyrir og á norðaustur og austurlandi þá sérstaklega og það hvítnaði svona niður undir, alveg niður undir sjó í raun, þannig að það svona eins og hefur þetta nú aðeins skriðið tilbaka yfir daginn í dag en við búum að lækka aftur í kvöld og í nótt þó að úrkoman verður nú líklega, eða svona mesta úrkoman nú eiginlega að verða búin í þessu og við varum detta út núna síðar í kvöld. En við skulum byrja því að líta hér á yfirlitskortið okkar stóra og sjáum þessa lægð, hún ætlar að koma svona hægt og bítandi upp undir landið, hún færi með sér örlítið hlýra loft, þannig að það er svona það sem að verður svona það sem lifir yfir helgina, að það hlýnar svolítið hjá okkur þegar líður á. Þessar tvær hér, þær koma lítið við sögu, allavega ekki fyrir þá einhvern sem mann tölvöld seinna í vikunni, en þetta er svona, förum núna inn í tiltölulega rólegt veður. Á hitasviðinu þá sjáum við hversu ofboðslega skörp skil svona á milli kalda loftsins og hlýja loftsins og skammt suðaustur á landinu þá var töluvert eldingar í nótt en það mun ekki ná inn á land og hefur engin áhrif hjá okkur. En hérna sjáum við hvernig strax seinni partinn á morgun að fer að hlýna svolítið hjá okkur og það er nú ekkert gott það að segja. Ef við þá lítum á þróunina og þá sjáum við hvernig úrkoman minnkar núna strax með kvöldinu og viðvarandi detta út ein af annarri og í nótt til þess að gera lítil úrkoma, það verður vissulega svalt þannig að það tekur kannski ekki upp mikið af þessu snjó sem kom á norðaustur og austurlandi en aftur á móti þegar kemur fram á morgundaginn þá dreifist svona úrkoma hérna yfir landi en þetta er ekki samfellt og ekki mikil úrkoma í þessu. En vissulega má gera ráð fyrir að yfir svona 400-500 metra hæði við sjó sé þetta það mestu leyti slydda eða snjókoma. Láglendi er hitinn kannski meira svona 2 til 6-7 gráður fyrir norðan og austan og svona upp undir 10 gráður þar sem best lætur og líklega er það nú Breiðafjörður og sunnanverðis Vestfirði sem að fá svona hvað skásta veðrið á morgun. Þróunin síðan áfram yfir til sunnudags er að það svona heldur áfram að vera svona smá úrkoma og þetta er eiginlega nánast má segja alls þar, það er helst þá eins og áður við Breiðafjörð og sunnanverði Vestfirði sem svona sleppa einna best frá þessu. Svo er svona gera spáir ráð fyrir að það brotni upp svona skýjahullan örlítið inn á milli en þetta er nú ósköp lítið og mestu leyti skýjað. Og strax hér er þá farið að hlýna svolítið hjá okkur og hér eru meira að tala um svona 5 til 12, 13 stig og getur þess að fara í 14, 15 ef að sólin skín í gegn en ef þessi göt koma nálægt ströndinni þá kemur hafgólar mjög fljótt inn í þetta aftur og kælir, þannig að það er nú lítið skammgóðu vermir að fá sólina stundum á þessum ástíma en síðan er þá yfir til mánudags að þetta er í raun ótrúlega svipað. Vindur orðinn mjög hægur, skýjað á mest öllu landinu þó vissulega eins og hérna dagana mun brotna eitthvað upp á milli og gæti sést eitthvað örlítið sólar og eins og hér sjáum við hérna vestast og þá er gert ráð fyrir að hafgólan komi strax inn í kjölfarið og hitatölur á mánudag svona á pari, svona hærri en á sunnudeginum en að öðru leyti óttalega líkt veður og þriðjudagurinn verður í raun jafnvel ívið hlýrri heldur en þá mánudagurinn þannig þetta er allt á réttu leiðinni getur við sagt. Við skulum þá færa okkur yfir til Evrópu og þar er ennþá töluvert á skúralofti hérna svona norðan til og eins og svona sunnalega í Hollandi, Belgíu geta gert þrumur og eldingar á morgun. Það er líka þrumur og eldingaveður hérna yfir Svartahafinu og svo má gera ráð fyrir hérna við Pýreneafjöllin. Líklega Frakklandsmegin en ekki Spánamegin gert einhverja smá skúrir en aftur á móti suðurspátn hlýr og bjartur. Kanarí eru kannski ekki alveg að þar var mjög hlýtt fyrir vikunni en hefur kólnað töluvert mikið og núna gera spár ráð fyrir þetta verði ekki nema kannski rúmar 20 gráður en frekar þungbúið og einhverja smá skúrir gætu látið á sig kræla. Og ef við förum svo vestur hafa þá sjáum við frá þessari lægð hérna austur af New York að þar eru skil sem að liggja hér langt inn í svona meginland Norður-Ameríku og sérstaklega hérna við Atlanta og Memphis og þar í kring gæti orðið nokkuð kröftugt þrumu og eldingaveður og þar sunna við hlýtt og óstöðugt loft sem að getur gefið töluvert á skúrum en aftur á móti hér norðan við inn í þessum hæðarhrygg sem þar er bjart en dálítið svalara. En við skulum þá enda daginn á því að líta hér á hádegiskortið á morgun. Verið þið sæl.